hjá mér sest Silja Dögg Sigurjónsdóttir, líffræðingur, Silja Dögg, nú einhverja hluta vegna hef ég skrifað Silja, vissi samt alveg hvað þú hétir. Heyrðu, Silja Dögg, líffræðingur hjá Eflu. Við erum búin að vera að ræða rakaskemmdir og myglu hérna á samstöðinni og verðum að fjalla það núna eitthvað á næstunni. Og ég hef svona aðeins verið að fylgjast með þessu og skrifa líka skólamálin, leikskólamálin og eitthvað svona. Því nú virðist allt vera bara samfélagið undirlagt af myglumálum. Það vantarlega brjálega að gera hjá þér, Silja. Já, það ekkert að neita því. Nei. Það svolítið mikið að gera þessa dagana. Já. Hvað þú hefur sjálf bara persónulega reynslu af myglumálum og ert orðin kannski, einn af helstu sérfræðingum okkar í myglumálum að mér skilst. Hvað getur þú sagt mér aðeins frá hvernig þetta gerist? Af hverju þú ert alltaf í orðin sérfræðingur í myglu? Í myglu. Það mitt kemur kannski ekki af góðu, en hefur held ég að leita sér gott fyrir mig allavega. Ég starfa við það í dag, en fyrir 20 árum síðan þá bjó ég mitt í húsnæði með rakaskemmdum. Og við fjölskyldan mistum heilsuna, skulum við segja, á þeim tímapunkti og ég bara hafði engan til að leita til og þá fann ég að þekkingin hérlendis var mjög takmörkuð og ég einhvern hluta vegna hafði valið líffræði sem fag í háskólanum að því ég var með svo skemmtilegan kennara, hann Árna Heimi í MR og ég líffræðingurinn ákvað bara að leggjast í, hvað maður að segja, bækur og rannsóknir og kynna mér þessi mál. Já. Ég þurfti bæði að koma mér og fjölskyldinni til heilsu aftur, laga húsnæðið og bara í rauninni skilja hvað var í gangi. Og þið hafið öll í rauninni vext, öll fjölskyldan? Eða? Já, við vorum öll með einkenni og kvilla. Já. Og tókst þér eða selduðu húsnæðið eða komustu út úr því eða þeir löguðu það? Við löguðum það, já. Þannig að það er hægt, það er hægt að gera ýmislegt. Það er hægt að gera ýmislegt. Og svo ertu þarna hjá Eflu og þið eru það, hvernig á hvaða hátt komið þið að myglumálum? Þið farið heim til fólks eða ekki og myglumælið eða finnið út? Já, það er nefnilega einmitt, ég stofnaði þess að fyrsta fyrirtækið í þessum geira árið 2006 og hús og heilsa það og þá voru við aðalega að fara einmitt á heimili og við heldum á þeim tíma þegar við vorum að byrja og ég fór bara í fríar skoðunir því ég held að þetta væri svo fátítt hérlendis. Og síðan bara óks það fyrirtæki að því að eftirspurnin var alltaf meira og meiri. Þannig að á endanum þá sameinuðumst við og fórum inn í Eflu og tækifæri þar að við í Eflu núna einmitt erum að skoða og rannsaka rakaskemmdir og galla og annað sem leiðir til rakaskemmda og við erum líka að þróa þá þjónustu og nýta þá þekkingu sem við fáum til þess að fyrirbyggja í nýbyggingum og í viðhaldsaðgerðum að öðru. Þannig að við erum eiginlega svona, horfum á sviðið svolítið vítt og hugsum að byggingar og fólk, byggingar eru fyrir fólk. Þannig að það er svona... Og menn eru að leita til ykkar bara þegar þeir eru bara strax með teikningar í vinnslu. Já, jafnvel áður en teikningar. Jafnvel áður en teikningarnar eru komnar á borðið. Einmitt. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem er kannski bara rosalega þörf á að tilheyri í rauninni verið að byggja húsnæði fyrir fólk. Já, að það sé bara svona meðutun hvernig það er gert og á öllum stegum. Einmitt og í rauninni þegar byggingar er að skemmast með tímanum þá er það yfirleitt vatn sem er að skemma og afleiðinga því að vatnfærni byggingu er svo ofta það að mygla og rakaskemmdir koma fram. Og til að fyrirbyggja þetta þá er einmitt að huga að í öllu ferlinu. Og þegar þú ert komið teikningar að skoða einhvers þar áhætta, get ég minkað áhættuna, get ég valið annað efni, hvernig á ég að framkvæma þennan verkþátt og síðan þegar húsið fyrir notkun, hvernig nota ég það, hvernig er framkvæmdin þegar að verið að byggja og þá er að huga að raka öryggi og við viljum meina að við viljum allan að reyna að byggja þurrt, þannig að við byrjum ekki með vandamálinn strax í upphafi. En þetta er auðvitað áskorun á Íslandi. Þetta er áskorun á Íslandi í þessu veðralandi okkar hérna. Við sýnir svona veðrum eins og einhver sagði. Já.
einmitt. Það var ráðstefna núna á dögunum rakaskemmdir og myglu og já, byggingagallar og fúsk í nýjum byggingum í Háskólanum í Reykjavík og þú varst þar í pallborði og ég satt þarna fyrirpartin af þessar ráðstefnu mitt og svona velti fyrir mér ýmsu eftir að hlusta sko. Það hefur eitthvað verið skotið á í myrkri samt þegar ekki að Ólafur hefur skotið eitthvað á í myrkri hver kostnaðurinn af myglu vandamálum á Íslandi sé. Já, hann hefur skotið á að það sé kostnaður með afletu og viðgerðum og öðru sé gætu verið 10 milljarðar á ári. Já. Og það gæti alveg verið jafnvel. Meira jafnvel. Jafnvel, miklu meira. Já. En við bara vitum það ekki. Og það er svo margt einmitt sem er ábúta vandvarandi einmitt mælingar. Já, við vitum í rauninni ekki hversu stór vandin er og við vitum ekki hvar helstu vandamálin liggja. Þannig að við þurfum að taka á þessum vanda og þá þurfum við að byrja því að greina fyrst hvar liggja helstu vandamálin þannig að við getum þá einbeitt okkur að þeim hluta. Og þá eru þetta líka mikilvægt að fylgjast með, við erum að fá fullt af nýjum byggingarefnum, við erum að fá nýjar aðferðir inn og ýmislegt, nýjar lausnir og jú, við þurfum ekki alltaf að finna hjólið en við erum á Íslandi eins og við ræddum á þann og þá þurfum við að heimfæra oft hvernig við framkvæmum eða hvaða efni eru heppili hérna heima. Og þá þurfum við einhvern aðila sem að er hlutlaus í því að meta hvað er svona besta lausnin og í því tilliti þá þurfum við að hafa einhvern eins og rannsóknarstofnun byggingarinnar var sem var lögð niður fyrir hvað ári síðan. Og við bara eigum því miður enga slíka rannsóknarstofu í dag. Nei. Og við erum með mjög stóran byggingariðnað sem er að byggja húsin sem við búum öll í. Þannig að þetta er ansið stórt og samfélagslegt mál líka. Höfum við eitthvað þrýstiafl eða einhvern hóp sem að geti verið að þrýsta stjórnvöld að opna aftur rannsóknarmiðstöð í byggingariðnaði eða þú veist? Ég myndi telja að slíkur hópur séu þeir sem búi í húsum. Já, þannig að þetta ætti að vera neytendamál í rauninni bara. Í rauninni að hluta til. Þannig að Breki sem var hérna áðan hefði kannski átt að setja hérna aðeins lengur. Já. Einmitt. Já. Þannig að það sé í rauninni einhver stofnun eða eitthvað sem að fylgir eftir þessu ferli. Já. Og gefi út reynslublöð og annað. Eins og er víða erlendis. Já. Það er sem sagt veitt eitthvað pínlítið fjármagn í gegnum ASK, ekki satt? Já, það var stofnaður sem sagt rannsóknarsjóði fyrir mannvirki sem er 95 milljónir fyrir allan byggingariðnaðinn. Sem er náttúrulega bara rugl. Sem er allt og lítið, algjörlega. Og er mjög jákvætt að fá þennan sjóð af því að áður en þessi sjóður það var erfitt að sækja yfir höfuð í rannsóknarsjóði. Þannig að nýsköpun og annað er akkurat eitthvað sem svona sjóður ætti að þjóna en samfelldar grunnrannsóknir og það sem við þurfum á að halda sem er hagnýtt það þarf einhver að halda utan það og miðla þeirri þekkingu og reynslu og skilaði líka bara áfram að milli kynslóða. Já, einmitt. Hvernig ef við tökum bara svona heilsufarsþáttinn sko, því svo er þetta er sko rosalega kostnaður fyrir bæði almenning og hefðu opinbera að lenda í tjóni vegna myglu eða rakaskemmda og svo er þetta líka þessi heilsufarslegi kostnaður og þessi heilsufarslegi vandi er heilbrigðiskerfið heldur að það sé að taka þetta nægilega alvarlega. Þú ert í hvað fagráði hjá landlækni? Ég siti í fagráði hjá landlækni þar sem að einmitt var kynnt á ráðstefnunni svona hlutverk fagráðs og jú vissulega er þekkingarleysi þar og við búum ekki að því að hafa kannski lækna sem hafa einblínt á þessi vandamál. En von okkar eru þetta að heilbrigðiskerfið uppfæri sig og fylgist með hvað þetta er en svona almennt séð að því að við fylgjum nú alþjóða heilbrigðismálastofnunni í heilbrigðismálum að þá hafa þau gefið út mjög skýrt að rakaskemmdir og mygla í húsnæði er áhættuþáttur fyrir heilsu. En að sama tíma þá höfum við ekki einhver skýr viðmið
hvenar ástandið alvarlegt og hvenar ekki, heldur hreinlega bara lagt til að gera við húsnæði og halda í þurru. Já, einmitt. Þannig að það Við höfum enga svona mælistikur eða nett sko. Nei, við höfum helst mælistiku út á raka. Að því raki veldur því að hús fer að grotna og þegar hús fer að grotna þá þessar örverur í lykil hlutverki í því starfi sem þær eiga sinna á jörðinni, skulum við segja. Og þær fá þau skilaboð rakinn kemur að þær eiga að fara af stað. Og við getum þá metið í rauninni raka ástand. Þannig að ef að húsnæði að leka ítrekað eða viðvarandi, að þá þarf náttúrulega fyrst og fremst að bregðast við rakanum. Síðan það þessi afleiðing að það vaksa upp örverur, það losna úr efnum, byggingarefnum og allt þetta hefur áhrif á loftgæði og við vitum að loftgæði hafa slæm áhrif á heilsu. Við vitum það sérstaklega rannsóknum utandyra en innandyra oft í rauninni miklu skertari loftgæði heldur en utandyra. Þannig að slæm loftgæði ekki góð fyrir neitt, skulum við segja. Nei, en já, samt svo að fólk beðið að halda sig inni ef að það mikið mengun utan þeirra. Já, einmitt. En já, en það svona, maður heyrði það á ráðstefnunni, það voru allir svona frekar sammála það að það væri fúskað og mikið við byggingar á Íslandi. Það væri svona oft mikið þekkingarleysi meðal þegar verið að smíða hjá verktökum eða byggingaraðilum. Já, það því miður alltaf algengt. Að sama skapi líka til góðir byggingaraðilar og annað. Já, hægt að sjá eitthvað hverjir eru góðir og hverjir eru slæmir? Getur maður eitthvað farið eftir einhverju? Sko sem almennu neytandi þá svolítið erfitt að meta það. Já. En eins og í dag þá viðgengst það að það reistar kannski 3 blokkir og þær allar reistar á sitt hvori kennitölunni. Já. Og þá erfiðar að sækja í ef að það einhverjir gallar sem koma fram seinna, en svo verktakar sem með eldri kennitölur. Og þú getur rakið alveg hvað þeir hafa byggt í tíðina. Já, þeir geta rakið það og nýta þá reynslu áfram og einmitt. Þannig að það svona kannski fyrsta skrefið. Þannig að ef fólk að hugsa að kaupa einhverju eign þá ætti það kannski að horfa aðeins líka til hver byggði, hvaða aðili að byggja, hver svona byggingasaga þessa aðila. Já, ég held að sem neytandi þá þurfum við einmitt að skoða það aðeins betur. Já. Og líka bara að verktaki hafi einhvern hvata til þess að skila góðu verki. Já, til þess að standa sig vel. Já. Einmitt. Og það líka eitthvað sem okkur vantar í rauninni í þessa keðju. Já. Að verktaki sem mögulega með einhverja handvömmu eða með ódýrar lausnir, skulum við segja, að verktakinn í næsta húsi, hann að leggja sig fram og með dýralausnir, en þetta selt á fermetraverði, á sama verði og neytandi hefur ekki upplýsingar eða forsendur til að meta hvort það Já. Og þetta eitthvað sem við þurfum líka að skoða. Já. Og við erum ekki með nægilega sterkt eftirlitskerfi hjá til dæmis Húsnæðismannvirkjastofnun eða eitthvað svoleið sem til að tryggja það að það sé bara öllu fylgt. Sko, við erum náttúrulega með byggingareglugerð. Já. Og síðan við með ákveði eftirlitskerfi, við með byggingarstjórakerfi og ýmislegt. Og eins og ég sagði áðan, við þurfum einhvern veginn að finna hvar liggur mest í vandinn, hvar þurfum við að fókusa og hvað þurfum við að laga. Af því að við erum með brotalamir á mörgum stöðum. Já, og nú virðist ekki skipta máli í rauninni aldurinn endilega á húsum, af því við erum með bæði náttúrulega þessa kynnslu húsa sem eru eins og bara í leikskóla skólamálunum núna. Þú veist það sem eru eldri hús sem eru bara komin á rosalegt viðhaldssteg og viðhaldi hefur ekki verið sinnt, en svo erum við líka að sjá bara glæni hús. Já. Það glæni íbúðir. Einmitt, og það þetta sorglegt tilfelli því að við megum alveg búast við því að eftir 50-60 ár og þessi komið að endurnýjun á vissum hlutum. En það svolítið erfitt að vera í verkefni það sem við erum með kannski 10 ára hús og það gaggjara endurbæti sem þarf. Já. Þannig að þá ertu komin í þetta ótíma bara viðhald sem við viljum meina að sé. Já. Og ef við erum að hugsa alltaf kolefnisspor og annað og áhrif á umhverfið, þá þetta mjög óvistvænt að byggja í rauninni hús sem þarf að fara mjög snemma í svona endurbætur. En þurfum við samt ekki að hugsa ef við erum með eign að það þarf alltaf að vera í einhverju viðhaldi? Jú, við þurfum líka að vera meðvituð um það. Og gróflega má áætla 2-3% af upphaflegu verði eignarinnar þurfum við að verja jafnaða ári. Já.
Og við erum ekki nógu duglega að vera meðvitað um það. Nei, og við erum heldur ekki að setja það inn í neinar svona lána skilyrði eða neinar svona, já, við erum í rauninni ekki að setja kannski svona ramma inn í neitt í kerfinu, þannig að fólk sé að sinna raunverulega viðhaldi og passa upp á að hafa fjármagn í það. Já, og svo erum við líka heldur ekki að sko, ef að þú viðheldur eigninni þinni mjög vel og alveg svo ég tók dæmi húsin hlið áðan og nágranninn í svipuðu húsi og hann hefur ekki gert það. Nei, við erum ekki að umbuna fyrir. Nei, hvað hvatið þinn til að viðhalda eigninni vel? Þarna líka eitthvað og maður vill alltaf tala hvata. Við viljum ekki nota refsingu þannig að við verðum að finna einhverstað hver á að vera hvatið þinn til að viðhalda húsinuðinu. Já, þannig að eftirliti kannski ábótavant, gæðastöðlum ekki fyllilega sinnt eða hvað? Já. Við erum með, svo hann gagnrýndi nú á ráðstefnunni með þann Ríkharður Kristjánsson að dómskerfið, hvernig matsmenn væru ekki alveg að fungera. Já, Ríkharður hefur haft orð á því í gegnum áruna að matsmannakerfið kannski ekki að virka sem skildi, en hann nú meira inn í þeim málum heldur en ég. En það eins og ég segi, brotalamir eru víða og svona fyrst og fremst einmitt þetta að fá einhverju tölfræði vandamálin og hafa einhvern aðila sem að hjálpar okkur að finna lausnirnar sem virka á þessu veður ofsa landi okkar. Þannig að húsin okkar endist betur og þá erum við bara vistvænni líka. Fyrir utan það, þá erum við erum að tala um stærstu fjárfestingu lífsins, húsnæðið okkar og það dýrmætasta eigum, hvað er það? Það er heilsan okkar. Þannig að þessi hlutir eru ansi. Það þurfa að vera í lagi. Já, það þarf að vera í lagi. En við ég ætla að spyrja, að því nú var á ráðstefnunni, það talaði einn hann frá Noregi sem að var að byrta svolítið svona mælingar og tölur sem virtist verið mikið svona lengra komið heldur en þeir normenninni virðast að vera komin aðeins lengra heldur en við hérna á Íslandi, hvað það var þar. Eru einhverja svona þjóðir sem hægt að horfa til, þú veist, þurfum við að finna pjóla á Íslandi, við erum sér á parti út af veðrinu, að því við erum náttúrulega með bara þetta hryllilega vatnsföður og allt það og rók og eitthvað svona en þú veist, getum við tekið okkur einhver löndi fyrirmyndar sem hafa pælt eitthvað í þessu málum eða eru allir komnir jafn svona álíka stutt? Nei, það má segja að við séum einna síðust af, skulum við segja, Skandinavíu, við viljum bera eitthvað saman með Skandinavíu í þessum málum. Aðra þjóðir hafa verið á svipum stað og við kannski fyrir 20-30 árum síðan. Já, þannig að við erum svona langt á eftir. Já, við erum því miður þetta langt á eftir. En við erum reyndar mjög hratt að ná þeim og eins og þú segir að við þurfum ekki að finna upp hjóli allstaðar. Nei. Við þurfum bara alltaf að aðlega þar okkar aðstæðum. Það er ýmislegt sem við getum lært af öðrum þjóðum án vafa. Og þá þurfum við náttúrulega sérstaklega að horfa þá kannski til landa sem eru á sama svona loftslagssvæði og við. Af því að byggingarnar okkar eru hannaðar fyrir okkar loftslag. Já, þannig að við erum kannski að fá núna, að því að nú erum við akkurat komin á þetta tímabili með þess að það er að koma svo hjá borginni og allir skólar að megla, eða koma upp megla í öðru hverjum skóla verðst vera sko, þannig að við erum að fá einhverju svona eldskýrt núna við náttúrulega byrjum kannski að byggja og byggingasagan okkar öðruvísi kannski heldur en í Skandinavíu. Hún er styttri. Hún er mikið styttri. Já, einmitt. Þannig að núna erum við kannski að fá þarna 20 árum setna þá eldskýrt sem að þeir hafa fengið þarna. Akkurat, og við erum að fá mjög stóra, skulum við segja, árganga af húsum sem eru komin á þetta tímabil að þarfnast endurnýjunar. Og við þurfum líka svolítið að sætta okkur við það að hús hafa ákveðin eða byggingar hlutar hafa ákveðin líftíma. Og þá þurfum við að bregðast við og laga. Einmitt. Og við þurfum að fara átt okkur á því kannski að við þurfum að huga alltaf að meiru heldur en einhverju svona bara í núinu. Mér finnst þetta svolítið svona, ég fyrir tilfinningu fyrir því líka í lagnakerfinu á Íslandi og öllum innviðum að við erum einhvern veginn aldrei að hugsa
að viðhalda einu. Það bara byggja og leggja eitthvað og svo bara allt í hennu er eitthvað bara búið á því og þá bara, minnst þetta pínulítið svona í þjóðarsálinu og þetta er pínulítið kannski líka í okkur Íslandingum þetta með að þetta reddast. Þetta reddast, við erum, þannig að við erum leituð af því svolítið. Já. Þannig að þetta er ekki svona, heldur þetta sé eitthvað til í sig hjá mér. Já, algjörlega og einmitt og stundum erum við að reisa hús og ég man að það áður fyrir var auglýst viðhaldsfrítt og eitthvað. Já. Það er ekkert til sem er viðhaldsfrítt. Nei, einmitt. En svo er þetta líka, við erum ofta að leysa einhver vandamál í núinu eins og þú segir. Já. Og við erum kannski að búa til önnur vandamál fyrir framtíðina. Já, einmitt. Þannig að við þurfum að horfa á svolítið meira fram á. Við leysa ekki bara vandamálinn á staðnum og svo koma næstu vandamál í ljós. Já, þetta er svolítið kannski samtengt því að við skipuleggjum ekkert voðalega mikið langt fram í tíma hvenær við ætlum að heimsækja eitthvað, við bara droppum við eða eitthvað svona meðan svíjarnir eru alveg búin að fara inn í kalendarinn og eitthvað. Já, einmitt. Þannig að við þurfum að horfa aðeins meira fram í tíman og einmitt eins og ég segi, byggja til að endast. Já, einmitt. Já, herðu, þakka kærlega fyrir komuna, Sylgja, og við höldum áfram að fjalla myglumál hér við Rauðaborðið á næstu dögum. Þannig að við látum þetta dögu í bili myglu. Takk fyrir. Takk fyrir.